stundum finnst manni viðskiptakostnaður of mikill á Íslandi og litlir fjárfestar sem hafa kannski bara, þá tala ég venjulegt fólk sem að vill kannski hafa annan koma sparnaði sínum einhver leiti í þetta form. Við sjáum það ellendis frá að það sem eru öfluga kauphallir og mikil reynsla því þá leitast almenningur við að fjárfesta á hlutabréfamarkaði. Og hér mættu kannski yfirvöld hafa hliðsjón af því, en nú leiðir þetta alltaf áskorun líka að lækka viðskiptakostnaðinn. Hvað sérðu fyrir þér, hvar má gera betur þar? Já, mögulega bara á öllum sviðum, en hins vegar, ég held að, við séum að færast mjög rétt átt þarna. Til dæmis að við tökum bara, þetta fellur hlutfallslega stærsti kostnaðurinn til svona í lokaskrefinu, sem kannski ekkert óeðlilegt að hann sé stærstur af því að, og þá meina ég hjá bönkunum og verðbréfafyrirtækjunum að því að þeir náttúrulega er náttúrulega í sambandi við alla þessar fjárfesta og það kostar þetta sitt og svo framvegis. Jú, sá kostnaður hefur verið hærri og kostnaður verið hærri heldur en erlendis, en ég hef finnst verið bæði kostnaður og þjónusta, kostnaður hefur lækka og þjónusta hefur verið að batna og ég held að það komi til með að sú þróun komi til með að halda áfram og sem ég held að sé helgist svolítið að því að þessi viðskiptamannahópur að stækka. Það fer að verða meira aðlaðandi að þú getur þjónustaðan betur og samt fengið einhver arðsemi af þeirri starfsemi meðan þú varst kannski með fáa einstaklinga, segjum bara hérna fyrir 2019, þar sem við vorum bæði með þetta voru 8-9.000 á móti 45.000 í dag Já, þetta er breytt það mikið. Þetta er breytt það mikið og af þessum 8.000 hafa sjálf margir líka hlutfallslega hverjir eru virkir á markanum hefur aukist ennþá meira því að margir af þessum 8.000 hafa sjálf verið mjög líklega verið til óvirkir Þannig að þegar þessi viðskiptamannahópur stækkar þá færðu allt í einu grunn til að þá ertu allt í einu komin með fjárslan grundvöll til að vinna betur að þróa þjónustuna meira og eitthvað skala áhrif sem hjálpar íta kostnaði per viðskipta við niður og hjálpar þér að bjóða lægra verð. Þannig að ég held að þessi þróun helgi svolítið að þessum halda áfram og stýri svolítið að þessum öflum. Ég mun örugglega að spyrja þau þetta aftur næst þegar þú gefur, en þetta er nú mikið áhuga mál okkar hér. Og ég held þetta kannski fyrir flesta fjárfesta þá eru þau náttúrulega að kaupa kannski til lengri tíma, en auðvitað mun það auka viðskiptunum ef viðskiptakostnaðurinn lægri. Það segir reynslan okkur ellendis frá. Já, og líka annað sem segir, annað varandi einstaklingar, eins og ég segi, þetta er svona gæði begge megin, einstaklingar þeir njóta. Ég var að senda þér að bolta á bankana kannski. Ég ræði þetta líka við þá, þetta er einstaklingarnir náttúrulega njóta þess mjög ef okkur tekst að stækka hlutabréfamarkaðinn bara í fjárfestingar tækiförum, hvernig geta ráðstafa sparnaði sínum, en hins vegar eru einstaklingarnir líka ofboðslega mikilvægir fyrir markaðinn því að þeir víða lönd eru þeir svona ákveðin grunnur að seljanleika, það eru viðskiptavakar og aðrir virkir fjárfestar en mjög stór og hópur og svona trúr heimamarkanum eru einstaklingar, þannig að þeir búa oft til svona ákveðin grunn seljanleika sem eru auðvitað hagur fyrir alla markaðsaðila. Þannig að þeir bæði fá gæði af stærri markað og eftir því sem koma öflugur inn að þá búa þeir líka sjálfur til meiri gæði.